Já, komið þið sæl. Nú fyrir að skipta viðlag hjá okkur því að það lag sem að nálgast okkur úr suðvestri og fer að rigna sunnan og vestanlands í nótt og þessi lag hún ætlar að vera hérna inn á Grænlandshafi næstu daga og viðhalda suðlægum áttum og sem þýðir að það verður væntanlega vætusamt landið sunnan og vestanvert en ætti þá að létta verulega til og hlýna fyrir norðan. En ef við skoðum hittasviðið að þá erum við hérna í mildum loftmassa, það nú ekki mjög langt í kalda loftið en síðan með þessari lægð sem kemur til okkur þá kemur svona svolítið kalt loft hérna inn á Atlantshafið og sem þýðir það að það verður kannski heldur meira skúraleiðingar sunnan og vestanlands heldur en ella. Og svona verður morgundagurinn hjá okkur. Það suðlæg átt, góðlega kaldi hérna landið sunnan og vestanvert og rigning, byrja nú að rigna í nótt og síðan mun nú svona rigna með köflum alla morgundaginn en aftur á móti á Norðausturlandi þá ætti nú að verða þurrt og jafnvel nokkuð bjart einnig og þar verður einnig hlýjast þar sem að hitin fyrir kannski upp í 17-18 stig meðan að hann í kringum 11-12 sunnan og vestanlands. Nú síðan áfram á þriðjudaginn að þá verðum við áfram í þessari suðlægu átt. Það verða svona einhverjar skúraleiðingar áfram hérna landið sunnanvert. Norðan til ætti að verða nokkuð bjartveður og þurrt og áfram verður hlýjast á Norðausturlandi. Og miðvikudagurinn hann býður okkur upp á nokkuð svipað veður. Lagðin á Grænlandshafi ennþá stjórnarveðrinu hjá okkur og viðhalda suðlægum áttum og svona skúralofti sem að koma úr suðri þannig að það verður væntanlega dembur hérna víða bæði sunnan og vestanlands meðan að Norðausturlandið verður áfram þurrt og bjart og þar verður einnig áfram hlýjast. Nú ef við skoðum fimmtudaginn að þá ekki mikla breytingar þar áfram suðlæg átt hjá okkur með skúrum landið sunnan og vestanvert en þurru veðri fyrir norðan helst að það verði nú svona eitthvað hitatölurnar verði nú ekki alveg jafn háar hérna norðan til eins og fyrirpart vikunar. Nú ef að við skoðum hvað að gerast í kringum okkur að þá svona hálfleiðilegt veður við vesturströnd Noregs, það þungbúið og einhver væta meðan að við Eystrasaltið fyrir fínasta veður, léttskýjað og hitatölur við í kringum 20 stig og það háþrýstisvæði hérna yfir svona meginlandinu þannig að það mjög víða hlýtt og bjart en hérna á Balkanskaganum að þar talsvert miklar skúraleiðingar og þrumuveður og því nokkuð blautt. Meðan að á Ítalíu á að verða léttskýjað eða heiðskýrt og hitatölur þar víða nálægt 30 stigum eða jafnvel yfir. Og það heldur áfram að vera heitt hérna á Íberíuskaganum yfir 40 stig á Suður-Spáni og annars léttskýjað víðast hvar og sömuleiðis í Frakklandi ætti að vera þurrt og bjart og hitatölur svona víða í kring nálægt 25 stigum. Og það fínasta veður á Kanaríeyjum á morgun. Norðanáttin bara fremur hæg og nóg sólskini og hitatölurnar svona í kringum 26-7 gráður. En ef við förum vestur haf að þá verður nú aðeins fara að létta til hérna við austurströndina, það búið að vera talsvert miklar skúraleiðingar og þetta ná að vera léttskýjað í New York og Washington á morgun, talsvert mikil úrkoma hérna við vötnin miklu og síðan áfram mjög hlýtt hérna suðvestan til þar sem að hefur verið mjög heitt undanfarna daga. En hjá okkur á morgun það verður svona suðlæg átt með rigningu með köflum landið sunnan og vestanvert meðan að norðaustan til ætti að vera þurrt og bjart og þar ætti einnig að vera hlýjast og hitinn kannski ná upp í 17-18 stig. Skulum segja þetta gott að vera í kvöld. Verið sæl.